Fundur settur í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Býð ykkur velkomin til þess 868. fundar bæjarstjórnar. Og á dagskrá eru nú forseti í vandræðum, það vanur að vera með eitthvað útprenta hérna, nú þarf hann að skrolla hérna langt niður. Það eru hvorki meira né minna en já, þetta bara ekki nógu gott hjá forseta. Hann bara getur ekki upplýst fundinn nákvæmlega hvað mörg mál á dagskrá, þess að þau eru ekki númerið hérna. En í upphafi fundar að þá óska ég eftir afbrigðum. Það á dagskrá fundarins hérna kjörið nefndir og ráð og það hefur borist óskum að bæta við þann dagskrárlið. Og ef enginn hreyfir andmælum þá hugsar forseti að fara þeirri beiðni. Það hreyfir enginn andmælum þannig að við bætum við liðin kosning í nefndir og ráð. Takk fyrir það. En þá hérna tökum við til umfjöllunar fyrstu fundargerð dagsins og það er fundargerð bæjarráðs. Það er 1660. fundur bæjarráðs og á þeim fundi voru 8 mál og orðið er laust og bæjarstjóri óskar eftir orðinu, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kem hérna upp undir fyrsta máli á dagskrá sem eru umbótaverkefni, staða þeirra, en þau voru kynnt í bæjarráði, síðasta bæjarráði. Og bara svona til upprifjunar þá var farið í stjórnsýsluúttekt hérna fyrir 2 árum. Strategía tók út svona helstu þætti og verkefni hjá Mosfellsbæ og niðurstaðan var að þau lögðu til að þeir farið í 74 umbótaverkefni. Það var svona tillagan. Nú síðan höfum við skrælað þetta ansi mikið á sameinað verkefni og svona að okkar mati er þetta 38 verkefni svona í klösum. Þannig að undir hverju verkefni geta verið fleiri en 1. Nú 2023 þá voru 12 verkefni kláruð. 2024 þá settum við samþykkti bæjar 18 verkefni í forgang. Af þeim 9 umbótaverkefnum lokið og það ennþá 8 umbótaverkefni í vinnslu sem verður lokið þá núna, við stefnum að því núna fyrir sumarið og síðan 9 umbótaverkefni sem hafa verið sett á bið og bæjarráð hefur semst ekki samþykkt, það hefur ekki legið til að þess efnis að klára þau, að minnsta kosti á þessu ári. Nú á þessum verkefnum sem lokið, það til dæmis nýtt skipurit, það formgerð á yfirstjórn Mosfellsbæjar, það stjórnendaþjálfun, tryggja fræðslu og ráðgjöf við kjörna fulltrúa þegar hefja störf og það svo sem verkefni sem var kannski ítrað aðeins en hefur auðvitað verið í gildi lengi og svo framvegis og síðan á árinu 2000, ég ætla ekki að telja upp öll verkefnin, þau koma vel fram í fylgigögnum en af þessum verkefnum sem eru lokin 24 þá meðal annars endurskoðun starfslýsinga, nú stafræna vegferðin og hún hefur verið kynnt nokkrum sinnum í bæjarráði og þar náttúrulega fjöldi verkefna undir, þannig þetta 1 umbótaverkefni með fullt af verkefnum undir því, það komið yfir 30 verkefni sem við höfum unnið með í stafrænu vegferðinni. Nú síðan eins og með upplýsingatæknina að farið í úttekt og í þessari úttekt fæddust 64 verkefni. Þannig að við auðvitað gætum haldið endalaust áfram til að gera betur og það auðvitað mjög mikilvægt að séum alltaf í svona umbótum að fara yfir verklagi á okkur bæta og breyta en við svona óskuðum eftir því stjórnsýslan að við tækjum smá svona hvíld í þessu og klárum þessi 8 sem eftir eru núna í vor og settum síðan 9 verkefni á bið. Það til dæmis verkefni eins og ráðning upplýsingafulltrúa, við erum auðvitað í miðri í svona höfum verið í hagræðingu og það svona mat okkar að eins
mikilvægt og það verkefni að þá höfum við svona kannski ekki sett það í forgang allavega fyrir þetta ár. Síðan við erum auðvitað að vinna með mælaborð og fleira, en svona, já, þessi nýju verkefni eru þau sem að við settum sem sagt á bið og auðvitað ef að bæjarfulltrúar óska þess að setja þau, ef það verður samþykkt að setja þau í forgang, þá vinnum við að sjálfsögðu í því. En við erum auðvitað að gera margt fleira heldur en að sinna umbótaverkefnunum, það alltaf að fæðast ný verkefni hjá okkur en þetta hefur verið, ég verð sérstaklega að hrósa Ólafíu Dögg Ásgeirsdóttur, skrifstofustjóra, fyrir að halda svona vel utan þetta út frá svona verkefnastjórnunar, hugmyndafræði og bara öllum sviðsstjórum og öðrum starfsmönnum sem hafa unnið að verkefnunum. Þannig að þetta var svona helsta varðandi umbótaverkefnin, en við erum gríðarlega stolt og ánægð af þeim verkefnum sem við erum búin með. Takk. Takk fyrir það. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Forseti vill aðeins reyna klór í bakkann vegna klaufalegs upphafs á þessum fundi. Málin eru 13 sem eru á dagskrá. En það eru fleiri mál á dagskrá þessa bæjarráðsfundar. Óskar einhver eftir að taka til máls undir einhverju þeirra? Svo ekki. Og þá göngum við til atkvæðagreiðslu þessa fundargerð bæjarráðs og þeir bæjarfulltrúar sem að gera samþykkt framlagða fundargerð vinsæla skeiðummer. Var þetta atkvæði eða? Afsakið. Afsakið, þetta var afsakið? Já, það er svona eitt mál sem við sátum hjá í. Bíddu nú við. Númer hvað? 1, 2. Mál númer 2. Spurning hvort við þurfum eitthvað að kjósa sérstaklega það? Ég það ekki. Þetta snýst bara atkvæðagreiðsluna. Hvað segir lögmaðurinn? Þarf að greiða atkvæði sérstaklega það máli eða stendur ekki bara hjásetan af því það bara vera að staðfesta afgreiðslun sem þegar hefur orðið. Þannig ég held að það sé alveg óhætt. Afgreiðslan tilbúin, hún hjáseta og þeir eru bara að samþykkja það. Þá reynum við atkvæðagreiðslu aftur. Þeir sem samþykkja fundargerð bæjarráðs, það eru allir viðstaddir, 11 atkvæði. Takk. Og þá erum við komin að... Erum við ekki 10? 10 atkvæði, takk fyrir. Þetta verður sögulegu fundur. Það eins gott að það er teljari á staðnum. En hverju sem því líður, þá erum við komin á annarri fundargerð á dagskrá og það annar bæjarráðsfundur og það 661. fundur bæjarráðs og á þeim fundi voru svo mikið sem 11 mál og orðið laust þá fundargerð. Forseti sjálfur óskar eftir að taka til máls undir einum lið þessara fundargerðar og óskar eftir að varaforseti taki við stjórn fundarins á meðan. Bíddu nú við. Nei. Það er ekki allir vitleysan eins hjá þessum forseta. Málið var í síðustu fundargerðum og forseti missti af því að taka til máls undir í. Það er bara þannig. Þannig að takk samt fyrir varaforseti að vera standbæ. Þannig að þá það bara bæjarráð 1661 einhverju sem óskar eftir að taka til máls undir einhverju af þeim málum sem þar eru. Svo ekki og þá göngum við til afgreiðslu á þessari fundargerð og þeir sem að geta samþykkt hana eru vinsælar spennir með rétt upp hönd. Og mér sýnist ég sjá 10 hendur á lofti, takk fyrir það. Og þá erum við komin að þriðja mál á dagskrá þessa fundar og það 21. fundur atvinnu- og nýsköpunarnefndar og þar var einungis eitt mál á dagskrá og orðið laust þann fund og bæjarfulltrúi Sævar Birgisson óskar eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Forseti, fulltrúar, bæjarstjóri.
kemur upp í máli 3.1, Korputún, en þar sem að bæjarbúar hafa væntanlega tekið eftir að það eru haldnar framkvæmdir á Korputúni, þar sem að mun rísa atvinnu- og þjónustukjarni. Þannig okkur þótti tilvalið að fá heimsókn frá Reitum sem eru aðilinn sem að byggja það svæði upp. Svona kynningu á stöðu á þeim framkvæmdum og svona framtíðarhorfur í því sem að fyrirhugað þar. En væntanlega hefur þetta verið kynnt hér einhvern tímann á einhverjum tímapunkti áður, en ég held að sé allt í lagi af því að þetta náttúrulega verkefni sem að mun taka tíma í uppbyggingu, 7 til 10 ár talaðum, þá svona allt í lagi kannski að fara yfir svona helstu atriði varðar Korputúna, því þetta er náttúrulega með stærri verkefna í atvinnuuppbyggingu í sveitarfélaginu. Og ég þori nú ekki alveg að fullyrða þetta sé stærsta einstaka verkefni, en þetta örugglega með þeim allra stærstu. En það talað 90.000 fermetra byggingamagn sem náttúrulega gríðarlega mikið, og þarna erum við að horfa í 1300 manns geti starfað í framtíðinni þegar þetta verður uppbyggt. Og heildarfjárfesting upp á 30 milljarða króna, sem náttúrulega mjög mikið á Mosfellskum skala. En það sem að vakti svona helst fyrir okkur þarna var að fá líka svolítið svona ná þræðinum aftur í samtalinu við Reiti sem að byggja upp svæðið, og sem náttúrulega bara besta mála því að náttúrulega líka svona ákveður bæjarins að vera svolítið svona liðleg svo að þetta getur nú allt gengið smurt fyrir sig, en þarna eru aðilar eins og til dæmis Jysk sem eru komið með Reit og munu byggja þar upp starfsemi og á sama tíma munu Reitir byggja upp á lóðinu við hliðina á til þess að fá svæðið svona í gang sem fyrst samhliða því. Þannig að þetta verður mjög spennandi, en þarna verður í rauninni skipulagið í allt saman BREEAM-vottað sem mjög ánægjulegt fyrir okkur og svona gefur ákveðna vigt fyrir þetta verkefni, og þeir hjá Reitum leggja mikla áherslu á ásýndina, að þetta er náttúrulega alveg við Vesturlandsveginn þar sem að 30.000 bílar keyra framhjá á degi hverjum, þannig að mjög mikilvægt að ásýndin sé okkur sæmandi. Við munum náttúrulega ekkert gefa neitt afslátt hvað það varðar. En svo sjáu þið bæjarfulltrúar, það er þarna kynning frá Reitum sem hangir með málinu. Það eru svona yfirlitsmyndir og annað sem er gagnlegt að skoða og kynna sér. En við munum náttúrulega áfram fylgjast með þessu og við sjáum að framkvæmdir í gatnagerð virðast nú búið að ganga ágætlega, þannig að vonandi munum þetta allt saman rísa hratt og vel, þannig að við fylgjast með því. Takk. Takk fyrir það. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, þá gangum við til að afgreiðslu á fundargerðinni. Þeir sem geta staðfest fundargerð 21. fundar atvinnu- og nýsköpunarnefndar vinsamlegast gefið merki. Það eru 10 hendur á lofti. Takk. Þá erum við komin á máli 4, það er fundargerð umhverfisnefndar, það er 250. og 8. fundur umhverfisnefndar Mosfellsbæjar. Á dagskrá voru 3 mál og orðið er laust. Bæjarfulltrúi Halla Karen Kristjánsdóttir óskar eftir. Taka til máls, gjörðu svo vel. Forseti og aðrir bæjarfulltrúar. Ég kem hérna upp fyrir máli 4.1 umhverfis- og loftslagsstefna fyrir Mosfellsbæ. Mér langaði bara að vekja athygli á þessari íbúarkönnun sem að fara í gang. Því að umhverfisnefnd Mosfellsbæjar og bara umhverfissviðið allt hefur verið að vinna að gerð nýrra umhverfis- og loftslagsstefnu fyrir sveitarfélagi í þó nokkurn tíma, og í henni eru settar fram áherslur umhverfis- og loftslagsmál til ársins 2035. Búið að fá gott innlegg úr grunnskólum Mosfellsbæjar frá krökkunum okkar nemendum og líka einnig úr framhaldsskólanum, en nú verið að leita til íbúa.
með íbúakönnun sem verður opnuð á morgun, ekki 20. mars á morgun, 20. mars til 21. apríl. Og markmiðið þá náttúrulega bara að fá fram áherslur íbúa, hvað þeim finnst mikilvægt í þessu málaflokki. Þannig að þetta verður auglýst vel eins og reynt alltaf að gera í Mosfelling inn á mos.is, sendir póstar til skólana og til aðstand eða nemenda og foreldra þeirra. Þannig að vildi bara vekja athygli á þessu. Takk. Takk fyrir það. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir lið 4.1. Svo ekki, en undir einhverjum öðrum lið þeirra fundargerðar. Svo ekki, þá göngum við til afgreiðslu hennar og þeir sem geta staðfest fundargerð 258. fundar umhverfisnefndar vinsamlegast gefi merki og þá eru 11 hendur á lofti. Þá það 5. mál, það fundargerð fræðslunefndar fundar og það 441. fundur þeirrar ágætu nefndar og á dagskrá hennar voru 6 mál og orðið laust fundargerðina. Bæjarfulltrúi Aldís Stefánsdóttir óskar eftir að taka til máls, gerðu svo vel. Takk fyrir, forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri. Ég kem hérna upp undir máli 5.3 sem einsend erindi til fræðslunefndar Mosfellsbæjar frá Framsýnni menntun EHF sem hefur óskað eftir formlegu samtali í Mosfellsbæ stofnun unglingaskóla þar sem nemendum í 8. til 10. bekk boðið upp á samþættingu grunnskólanáms og íþróttaiðkunar. Það ekki á hverjum degi eða í hverjum mánuði sem fræðslunefnd tekur fyrir mála þessu tagi, þar sem aðilar eru að koma hingað og óska eftir því að taka til starfa nýjan skóla í bænum, þannig að það bara vert að veita því athygli og svona í rauninni tala svolítið það. Ég held að þetta sé erindi og mál sem bara á erindi bara til íbúa, til ungmennana okkar hér og foreldra þeirra til þess að þau getur svona farið að velta því fyrir sér hvort þetta sé valmöguleiki sem við höfum áhuga á að bjóða upp hér. Þetta skóli sem hefur verið rekinn í Hafnarfirði síðan 2016 við góðan orðstír og aðal svona áherslan að samtvinna íþróttaáhuga og grunnskólanám með svona framúrstefnulegum hætti og svona bjóða upp á annan valkost bara hreinlega í grunnskólanámi þar sem lögð mikil áhersla á tækni, hreyfingu og svona að námið sé í raun og veru undir hverjum og einum komið, hvernig hann nálgast það og svona allt umhverfið sett upp með það í huga. Og þarna þeir tala til dæmis í sínu kynningarefni að samtvinna íþróttaáhuga og grunnskólanám þar sem nemandi sinni námi sínu að sama áhuga á íþróttunni. Og ég verð alltaf að segja að maður hefur svona í gegnum tíðina oft verið hugsi yfir því hvað bæði mögulega börn og ekki síður foreldrar hafa oft miklu meiri áhuga á íþróttaiðkun barna sinna heldur en náminu. Við tölum miklu meira það, við fylgjum því betur eftir og sinnum því bara almennt mjög vel. Við skutlum á æfingu, sækjum á æfingar, við förum á mótum helgar og sumrin og eyðum bara miklum tíma í að bæði tala íþróttirnar og taka þátt í þeim með börnunum okkar. Og þannig að ég held að mér finnst þess vegna höfðar til mín að ræða að minnstakosti að ef það væri vegur að við gerðum þetta á svipaðan hátt með námið að þá væri örugglega ýmislegt svona sem við erum að ræða í samfélaginu í dag með öðrum hætti. Þannig að það var bara mjög ánægjulegt að taka þetta erindi fyrir og nefndin tók mjög jákvætt í það. Við þurfum auðvitað alltaf að vera skynsöm og svona taka varfærin en örugg skref inn í eitthvað nýtt og ég vona að Framsýn menntun upplifi það að við erum svo sannarlega til viðræðu núskóla í Mosfellsbæ. Já, ég ætla að nefna
í lokina að Núskólinn með opið hús sumardaginn 1. í Hafnarfirði. Þannig að ef þið vitið að fólki sem hefur áhuga á þessu, þá að gera að benda þeim á það. Takk. Takk fyrir. Það eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið 5.3. Svo ekki, en undir einhverjum öðrum lið þessarar fundargerðar. Svo virðist ekki vera og við göngum þá til afgreiðslu þessarar fundargerðar. Þeir bæjarfulltrúar sem geta staðfest fundargerð 441. fundar fræðslunefndar, vinsamlegast gefið merki og það eru 11 hendur á lofti. Takk fyrir það. Þá erum við komin að 6. máli og það er fundargerð skipulagsnefndar, það er 627. fundur þeirrar nefndar og eins og oft áður eru mörg mál á dagskrá þar sem að hægt að tjá sig eða 10 og orðið laust efni þeirrar fundargerðar. Bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson óskar eftir að taka til máls, gjörðu svo vel bæjarfulltrúi. Fyrir það. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem upp undir máli númer 66 frá fundi skipulagsnefndar sem heitir fyrsti áfangi Blikastaðarlands deiliskipulag. Á þennan fund síðastliðinn föstudag í skipulagsnefnd mættu fulltrúar hönnunarteymis fyrsta áfanga deiliskipulags Blikastaðarlands ásamt fleiri gestum til þess að ræða við skipulagsnefndina framkomnar athugasemdir sem voru lagðar fram hér á vinnslutillögu sem lá fyrir til 10. febrúar 2025 vegna fyrsta áfanga deiliskipulags á Blikastaðarlandi. Það bárust, ef ég man rétt, 18 eða 19 athugasemdir við þessa vinnslutillögu. Það búið að halda opinn íbúafund þessa vinnslutillögu sem var niðri í Hlégarði og var ágætlega sóttur og það sem var meiningin að gera á þessum fundi skipulagsnefndar og fá þessa aðila til skrafs og ráðagerða var að fara yfir þessar hugmyndir og þessar athugasemdir komu og til þess að ræða þá mögulegar úrbætur og breytingar og áherslum sem þarf að taka núna í framhaldi af þessum athugasemdum. Athugasemdirnar voru ekki mjög veigamiklar eða langflestar snerust það að þarna væri of þétt verið að byggja án þess að það væri kannski útskýrt eitthvað frekar hver þéttleikinn ætti að vera og síðan var líka verið að velta fyrir sér umferðarmálum sem er náttúrulega mjög eðlilegt og reyndar eina athugasemd sem var mjög umfangsmikil og fór mikið á dýptina hvað þetta varðar. Það er mjög gott framtak og ég hef sagt það áður og vil hrósa aftur fyrir það að í þessu stóra verkefni þá tel ég það að vera mjög vel gert af stjórnsýslunni hér að koma fram með deiliskipulagstillögur á vinnslustigi sem hefur ekki verið gert áður vegna þess að það er fyrr í ferlinu til þess að geta haft ennþá meira samráð og betra samráð og haft þá ferlin aðeins lengra til þess að fá uppi allar sjónarmið sem þarf síðan að taka tillit til og eftir því sem hægt verður að gera það. Við komum á framfæri okkar sjónarmiðum fulltrúa D-lista í nefndinni sem hafa svo sem komið fram áður, bæði í aðsendri grein í Mosfellingi og í umræðum málið, bæði í bæjarstjórn og annars staðar að við viljum náttúrulega skoða það mjög gaumgæfilega hvort það sé hægt að opna fyrir umferð niður á Korpúlfsstaðaveg eins fljótt og hægt er meðan að þegar hverju fyrir að byggjast upp. Við viljum líka láta skoða mjög gaumgæfilega bílastæðamálin og fjöldan á bílastæðum sem þarna fyrirhugaðir í þessum fyrsta áfanga og mögulega þá líka
tvöföldun á Baugshlíðinni og við viljum líka láta skoða mjög vel þá byggð sem að þarna teiknast upp í þessum vinnslutillögum sem næst Þrastarhöfðunum sem að var kannski ekki alveg í nógu miklum tengslum við þá byggð sem þar fyrir og einnig þarf að gæta mjög vel að því að leikskólinn Höfðaberg sem fjölmennasti leikskóli Mosfellsbæjar í dag þangað til að nýr leikskóli í Helgafelli verður byggður eða verður opnaður að hann haldi sér og sú starfsemi sem þar vegna þess að sú starfsemi að þjóna núverandi byggð í Mosfellsbæ en ekki tilvonandi byggð á Blikastaðalandi þannig að það mjög mikilvægt að sá leikskóli haldi sér og það verði gert samkomulag við landeigendur það að finna úrlausn á því enda var það eitt af þeim atriðum sem stóðu út af í þeim samningi sem var gerður 2022 og það þarf að ganga frá þeim samningi og ég veit að það í vinnslu. Þetta var mjög góð umræða og það samkomulag, mjög mikið og gott samkomulag í nefndinni hvað varðar þessar áherslur og ég heyrði ekki betur en að hönnuðirnir og fulltrúar landeigenda séu mjög jákvæðir fyrir þessu en það hlýtur það að vera þeirra megin markmið að ná góðri sátt þannig að hægt sé að hefjast handa við að fara að byggja upp á Blikastaðalandi og auðvitað það gríðarlega mikið hagsmunamál fyrir þá að þarna byggist upp byggð sem að fólk sátt við, fólk vill búa í og fólk vill flytja og kaupa eignir þannig að þarna fara saman hagsmunir bæði Mosfellsbæjar og landeigenda og sjálfsögðu þurfa hagsmunir tilvonandi íbúa og núverandi íbúa að fara saman líka og þá komum við sérstaklega að hlutum eins og umferð. Það sem gerist næst í þessu það að það verður haldið áfram svo vinna á umhverfissviði sem að í gangi og þessar athugasemdir verða skoðaðar og teknar inn í umræðuna. Síðan það sem gerist næst og vonandi gerist það sem fyrst það að það verður lagt hér fram hugmynd og kynnt að deiliskipulagi fyrsta áfangans og ég geri mér vonir að það verður kannski ekkert mikið seinna heldur en strax eftir sumarið en það fer eftir hvernig sú vinna gengur og það helst náttúrulega í hendur líka við það að aðalskipulag Mosfellsbæjar sem að hefur verið að vinna að endurskoðun á og búið að taka reyndar mjög langa tíma en fyrir því ýmsar skýringar að það klárast líka þannig að ég hlakka mikið til að sjá þessar endurskoðuðu tillögur vegna þess að mínu mati þá afskaplega vel að þessu staðið frá hendi landeigenda og frá hendi hönnuða og það búið að vinna mjög faglega vinnu hér á umhverfissviðinu í þessu máli og mér til efins að það hefur verið lagt jafn mikið í deiliskipulag og skipulag á landi eins og þessu eins og við að gera á Blikastaðalandinu og það er verið að tengja saman þarna mjög vel þá náttúru sem fyrir og verið að reyna að vinna með það eins vel og mögulega hægt þannig að þessar fyrstu tillögur þær líta mjög vel út og ég veit að þær eftir að líta ennþá betur út þegar þær koma úr þessari endurskoðun og ég vil til að ítreka það að hrósa þessari vinnu sem í gangi og sérstaklega þá starfsfólki á umhverfissviði Mosfellsbæjar og ég ætla að sjá engan halla þó að Kristinn Pálsson skipulagsfulltrúi sé tekinn þar sérstaklega út en framundan að halda þessari vinnu áfram og það fullt af fólki sem að bíður mjög spennt eftir því að uppbygging á Blikastaðalandi hefjist þarna getur orðið mjög spennandi hverfi og með iðandi mannlífi í kringum Blikastaðabæinn ef vel tekst til og ég sé enga ástæðu til annars en að það ætti að gera það miðað við gæðum af vinnunni sem að þarna eru. Þannig að ég hlakka til að sjá hvað kemur næst út úr þessari vinnu og vonandi næst sem víðtækast og best samkomulag þessar tillögur og þetta skipulag en eins og við vitum í svona risastóru verkefni þá það aldrei þannig að allir séu ánægðir en vonandi verða sem flestir sáttir við þetta. Takk fyrir.
Takk fyrir. Það eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum 7. lið fundargerðanna. Já, bæjarfulltrúi Helga Jóhannesdóttir. Gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég kem hér undir sama máli, 6.6, fyrsti áfangi Blikastaðalands. Á fundunum var farið yfir úrbætur, breytingar og áherslur í áframhaldandi vinnu eins og hér hefur nefnt og hönnuðir mættu og var það rætt eins og framkomi fundargerð lausnir farið yfir ábendingar og spurningum nefndarmanna svara. Það er mikið verk framundan í fyrsta áfanganum en að mínu mati að ræða áhugavert og spennandi verkefni. Í fyrsta áfanganum Blikastaður bærinn og umhverfi Blikastaður bæjarins sem eins konar miðbær svæðisins. Eins og framkom á fundi sem haldið var í Hlégarði Blikastaðarlandið verið að vinna að tillögum og hugmyndum hvað og hvernig starfsemi eigi að vera í Blikastaðarbænum og í nánasta umhverfi bæjarins. Hvetji áhugasama hlustendur til að senda eigendur landsins tillögur starfsemi sem getur hugsanlega verið í Blikastaðarbænum eða umhverfi hans. Einnig vil ég nýta tækifæri hér og hvetja nefndarmenn, sérstaklega í atvinnu- og nýsköpunarnefnd og menningar- og lýðræðisnefnd að taka til umræðu í nefndunum Blikastaðarbæinn sjálfan og koma með tillögur starfsemi sem hugsanlega, mögulega gæti verið í eða við Blikastaðarbæinn, hvort sem umræðu starfsemi bæjarins eða ekki. Tækifæri núna og að gera nýta það. Mikið hefur til dæmis rætt aðstöðu fyrir listamenn, skrifstofuhúsnæði til leigu sem gæti að vera kaffihús eða eitthvað allt annað. Nýtum tækifæri núna. Takk. Takk fyrir. Það eru fleiri sem óska eftir að taka til máls. Já, bæjarfulltrúi Sævar Birgisson. Gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi. Forseti, ég kem upp eftir sama máli, fyrsta áfanga Blikastaðalands. Ég ætla bara að byrja því að taka heils og undir orð bæjarfulltrúa Ásgeirs og bæjarfulltrúa Helgu, en þetta náttúrulega gríðarlega umfangsmikið og stórt verkefni og það sem náttúrulega endurspeglar það þessi vinna sem hefur verið í gangi í tengslu við það og við höfum heldur betur kjörnir fulltrúar og fleiri orðið vör við það en eins og við vitum náttúrulega skipulagsmál unnin mjög lýðræðislega alla jafna en þarna var verklagið tekið bara á annað stig í rauninni þar sem fyrir það fyrsta var farið með málið þar sem skipulagsfulltrúi kynnti það í öllum nefndum hjá sveitarfélaginu sem gekk bara mjög vel að mér skilst og náttúrulega margar ábendingar og umræður sem skapast í kringum það og svo náttúrulega það sem hefur nefnt kynningafundur þar sem verið að kynna þessa eins og við talaðum tillögu að vinnslustigi þar sem við erum að fá þar ábendingar og athugasemdir einmitt á því stigi þar sem hægt að taka það og vinna með þar sem við erum ekki með fullmótaða tillögu og getum svolítið svona mótað eftir sem framvindur og svona hvernig við finnum að íbúar og aðrir hagsmunaaðilar eru að tjá sig málið en við sáum að það komu þarna nokkuð athugasemdum en það sem náttúrulega líka tekið inn í það bara það sem kemur frá kjörnum fulltrúum og fleirum innan bæjarins þar sem þetta náttúrulega gríðarlega svona stórt og mikið verkefni sem unnið frá mörgum svona vinklum og hliðum og það örugglega nóg að gera hjá þeim sem sjá að halda utan allt það sem kemur til vegna þess að þetta náttúrulega eitthvað stærsta skipulagsverkefni sem ráðast yfir í hjá sveitarfélaginu og þá náttúrulega verðum við að vanda til verka en
ég vil, eins og segi, taka bara undir það að þetta búið að ganga rosalega vel og verður áhugavert að sjá hvað kemur svo næst til okkar í þessu skipulagi. En það sem mér langar líka til að nefna það sem að bæjarfulltrúi Helga kom inn á varðandi þennan miðbæjarkjarna sem verður þarna myndast í kringum gamla Blekastaðabæinn. Þá eru þar náttúrulega gríðarlega svona spennandi og svona skemmtileg tækifæri fyrir okkur sem íbúum Mosfellsbæjar að byggja það upp á þann hátt sem að við viljum sjá svona okkur, við svona getum gert þetta nánast frá grunni, þannig að það er að gera að þeir sem hafa skoðanir og annað og einmitt í þeim nefndum sem við á að við látum í okkur heyra og látum þær skoðanir í ljós vegna þess að það skiptir svo miklu máli upp á að við náum að byggja þarna upp einhverja heild sem að er almennt sátt um. Þannig að það er bara mjög spennandi tíma framvindin í þessu verkefni og við sjáum hvernig framvindur. Takk fyrir það. Það er fulltrúi, það var bæjarstjóri Regína Ásgeirsdóttir óskættarfættum málsins við sama lið. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, ég tek svo sannarlega undir að vinnan hérna inni hjá meðal annars umhverfissviði og skipulagsfulltrúa hefur verið algjörlega einstök og þessar tillögur sem við erum að fá frá landeigendum og þeirra hönnum alveg einstaklega vel útfærðar. Við erum í mikilli vinnu innan stjórnsýslunnar núna að skoða alls konar þætti sem við þurfum að ræða í tengslum við þetta skipulag. Það eru þetta fjármálalegi hlutir sem að tengjast þá viðaukum við samkomulagið og annað í tengslum við uppbyggingarsamninginn sem var gerður á sínum tíma. Þannig að vonandi getum við kynnt það sem fyrst. Við erum líka að endurskoða í starfshópum skólamálin, leikskólamálin og þar er fagfólkið okkar að vinna. Við erum líka að skoða íþróttamálin. Við erum að skoða velferðarþjónustuna vegna þess að hana vantaði meðal annars inn í síðustu tillögur. Þannig að hér er stjórnsýslan algjörlega á fullu. Þetta er bara brýnt og mikilvægt mál og það skiptir mjög miklu máli þegar verið er að skipuleggja hverfi af svona stórri stærð með miklum íbúafjölda að við hugsum til dæmis hvernig ætlum við að skipuleggja skólana. Er hagstætt fyrir okkur að vera með einn risastóran skóla eða er hagstætt að samreka leikskóla og grunnskóla því þessum fyrirliggjandi tillögum er gert ráð fyrir samrekstri. Þetta er auðvitað mál sem er stefnumarkandi og þó að fólki inn í stjórnsýslunni sé að undirbúa að þá vænti ég þess að það komi líka inn í fagnefndir þannig að það sé svona breið, ég ætla að segja samfylking afsakið formaður en sé svona breið samstaða innan hjá bæjarfulltrúum og fagfólki hvert við viljum stefna. Þannig að þessi þættir skipta mjög miklu máli og eru á fullri ferð og síðan er viðræðuhópur undir stjórn bæjarlögmanns sem er þá að vinna mest í viðaukunum sjálfum. Takk. Takk fyrir það og þá er það bæjarfulltrúi Lovísa Jónsdóttir sem óskar eftir að taka til máls undir þessum sama lið. Ágæti forseti, bæjarfulltrúar. Ég vildi bara koma upp til þess að svona taka undir það sem sagt hefur verið. Nú hafa hér 3 bæjarfulltrúar sem allir eiga sæti í skipulagsnefnd greint frá því hvernig umræðan var á nefndarfundi og ég vildi koma fram og segja ég bara er mjög þakklát fyrir að heyra það að það sé gott samstarf í nefndinni þetta mikilvæga mál. Og tek undir eins og það sem að bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson sagði hérna áðan með hversu langan aðdraganda þetta mál á og hversu góða kynningu það er að fá í bæjarfélaginu. Það skiptir máli. Við erum ekki einu sinni komin með deiliskipulagstillögu sem hefur nú kannski verið venjan hingað til að það er auglýst deiliskipulag og þá fyrst fær fólk tækifæri til þess að tjá sig. Við erum ekki einu sinni komin þangað og það sem að mér fannst sérstaklega ánægjulegt að heyra þegar að var verið að greina okkur frá umfjöllunni í skipulagsnefnd er líka
hversu vel hönnuðir og landeigendur eru að taka í tillögur. Auðvitað það þannig að það verða ekki allir ánægðir en það svo sannarlega verið að bregðast við og við höfum deilt og ég vil sérstaklega nefna til dæmis Höfðaberg og blokkirnar stóru sem inn í þessari vinnslutillögu alveg upp að Þrastarhöfðunum. Ég held að það sé allir sammála að þetta sé eitthvað sem við viljum sjá breytast. Ég held ekkert, ég heyri það núna að við erum sammála það. Þannig að þetta ekki komið endanlegt útlit og það líka gríðarlega mikilvægt að stíga inn á núverandi tímapunkti með þessar áherslur sem að bæjarstjóri Regína var að minna okkur á eins og til dæmis velferðarmálin og hvernig viljum við hafa skólana. Nú erum við til dæmis komin með enn frekari reynslu á samrekstur grunnskóla og leikskóla upp í Helgafelli, einhver reynsla sem var ekki komin jafn að sama skapi þegar samningurinn var gerður. Þannig að það bara góðir hlutir gerast hægt og við gerum þetta saman, held ég að sé lykilatriði og ég líka aftur tek undir bæði með bæjarfulltrúa Helgu og bæjarfulltrúa Sævari að þessi tækifæri sem felast í því að vera að byggja upp mögulega nýjan bæjarkjarna og ég ætla að benda á að þarna actually afsakið slettuna, frú forseti, en þarna raunverulega möguleiki á að hafa skjól sem svolítið ólíkt núverandi miðbæjartorgi, þannig að það verður mjög spennandi að sjá hvað við getum fundið út og að gera það. Takk fyrir mig. Einmitt, takk fyrir það. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo ekki, en það eru fleiri mál á dagskrá þessa umrædda fundar, skipulagsnefndar. Einhver sem óskar eftir að taka til máls undir einhverju öðru máli? Svo ekki, þá göngum við til afgreiðslu á þessari fundargerð. Þeir bæjarfulltrúar sem geta staðfest fundargerð 627. fundar skipulagsnefndar vinsamlegast rétt upp hönd og það eru 11 hendur á lofti. Þá erum við komin að almennu erindi, það kosning í nefndir og ráð og hérna liggur fram í tillögum breyting á fulltrúa félags aldraðra í Mosfellsbæ í öldungaráði sem og breyting á fulltrúum Framsóknarflokksins í nokkrum nefndum eins og var samþykkt með afbrigðum í upphafi. Forseti ekki með þessa breytingu fyrir félag aldraðra. Hvar? Sjá. Já, ég að sjá þetta, ég finn ekki hérna. Heyrðu, þá hérna tillaga til bæjarstjórnar, tilefni nýs fulltrúa FAMOS í öldungaráð. Hérna kemur fram að samkvæmt 58. grein samþykktar stjórn Mosfellsbæ tilefni félag aldraðra í Mosfellsbæ 3 fulltrúa í öldungaráð og hér hefur FAMOS tilnefnt nýjan fulltrúa í öldungaráð í stað Jónasar Sigurðssonar og það Hrund Hjaltadóttir. Og ég gerir ráð fyrir að það sé bara lögð fram í raun og veru þessi tillaga. Það engin atkvæðagreiðsla þetta því þetta eru fulltrúi. Atkvæður þó þessi fulltrúi félagsins. Þá bara bið ykkur að taka afstöðu til þessa fulltrúar FAMOS og þeir sem að samþykkja hann vinsamlegast gefa merki og það eru 11 hendur á lofti. Og þá er það hin ágreiðslan. Sjá. Það tillaga frá B-lista Framsóknarflokksins og hann leggur fram nokkrar tillögur og breytingum í nefndum og ráðum og það í fyrsta lagi lagt til að Erla Edvardsdóttir verði fulltrúi í menningar- og lýðræðisnefnd og varaformaður í þeirri nefnd í stað Hilmars Tómasar Guðmundssonar heitins. Einnig lagt til að Halla Karen Kristjánsdóttir verði varamaður í menningar- og lýðræðisnefnd í stað Erlu Edvardsdóttur. Það ein tillagan.
Ég ætla bara að fara yfir þær eins og það liggja hérna. Síðan lagt til að Bjarni Ingimarsson verði varamaður í umhverfisnefnd í stað Hilmars Tómasar Guðmundssonar. Í þriðja lagi lagt til að Aldís Stefánsdóttir verði varamaður í atvinnu- og nýsköpunarnefnd í stað Hilmars Tómasar Guðmundssonar. Og að lokum lagt til að Sævar Birgisson verði varamaður í fræðslunefnd í stað Hilmars heitins. Eru aðrar tillögur? Svo ekki og þá skoðast þetta samþykkt. Og þá erum við komið hér að væntanlega fundargerðum til kynningar. Þær eru nokkrar. Sú fyrsta er fundargerð 964. fundar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Og orðið laust þá fundargerð. Engin óskar eftir að taka til máls og fundargerðin lögð fram. Þá eru fundargerð 970. fundar stjórnarsambands íslenskra sveitarfélaga. Orðið laust með fundargerðina. Engin óskar eftir að taka til máls og fundargerðin lögð fram. Þá eru 971. fundur þessara sömu stjórnarsambands íslenskra sveitarfélaga. Orðið laust. Engin óskar eftir að taka til máls og fundargerðin lögð fram. Þá erum við komin að fundargerð 403. fundar stjórnar Strætó BS og orðið laust þá fundargerð. Engin óskar eftir að taka til máls og fundargerðin lögð fram. Þá er það fundargerð 269. fundar stjórnar slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins og orðið laust fundargerðina. Engin óskar eftir að taka til máls og fundargerðin lögð fram. Þá er það síðasta fundargerðin á dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar og það er fundargerð 600. fundar samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og orðið laust þá fundargerð. Engin óskar eftir að taka til máls og fundargerðin lögð fram. Þá höfum við lokið og tæmt dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar og fundi slítið klukkan 17:23.